5 manns þegar mist vinnuna og á Reyðarfirði hefur 50 manns verið sagt upp störfum. Kristján Már. Þótt búið sé að gera síldarsamninga við Sovétmenn berast engað síður fréttir af uppsögnum á Austfjörðum. Þórarinn Hávarsson á Eskifirði sendi okkur þessar myndir frá Norðfirði. Hjá hraðfrystihúsi Ness í Neskaupstað hafa 25 manns misti vinnuna á síðustu dögum. Þar eru nú aðeins 6 manns í vinnu, en á sama tími í fyrra unnu 50 manns hjá fyrirtækinum við síldarfrystingu. Hver er ástæðan fyrir uppsögnum starfsfólks? Hráefnisskortur. Það vantar stóru síldina. Og hefur ekki neinn síld verið frystin hjá okkur? Jó, það er búið að frysta það byrjum 250 tonn á Evrópu og 13 tonn á Japan. Er það minna en í fyrra? Já, mikið minna. Við hefum sjálft verið búin að frysta svona 600 tonni þetta lítið fyrra á Japan. Frá Reyðarfirði berast einnig slæm tíðindi af atvinnulífinu. Frystihús Kaupfélags hér á Spóa hefur sagt upp öllu starfsfólki sínu, 50 manns, frá með 22. desember næstkomandi. Ástæðan er einnig sögð hráefnisskortur.